Við ætlum að skoða hvernig við leysum upphafsgildisverkefni með Laplace-myndun. Byrjum á að rifja upp setningu 3.5 og 3.6 sem sagði að Laplace-umforminin af afleiði falls f er fall af s og gefið með s sinnum f af s mínus f af 0. Þessum stóra f er sem sagt Laplace-umforminin bara af fallinu ódifrað. Og setningin sagði líka að Laplace-umforminin af annarri afleiði falls er fall af s, nákvæmlega fallið s í öðru sinnum Laplace-umforminin mínus s sinnum upphafsgildið 0 mínus afleiða fallsins í 0. Og við getum haldið áfram, sagt Laplace-umforminin af þriðju afleiðu, fáum við s í þriðja sinnum Laplace-umforminin mínus s í öðru sinnum f af 0 mínus s sinnum f merkt af 0 mínus f tvímerkt í 0 og við sjáum munstri, við getum skrifað hvernig Laplace-umforminin enda afleiðar. Ég ætla ekki að gera það. Pröfum að skoða dæmi þess að við getum notað þetta til að leysa upphafsgildisverkefni. Tökum dæmi. Ég segi ég ætla að leysa upphafsgildisverkefni upsilon diffrað mínus 4 upsilon er jafnt á 1 og upsilon af 0 er jafnt á 1. Þá byrja ég að taka Laplace-umforminu á öllum liðum og ég má gera þetta lið fyrir lið vegna þess að Laplace-umforminu er línlega. Laplace-umforminu upsilon diffrað mínus 4 sinnum Laplace-umforminu upsilon á að vera jafnt á Laplace-umforminu af 1. Ég nota setningum mínu til að segja hvað fyrsti liðurinn er. Það er s sinnum upsilon mínus upsilon af 0 sem er 1 og svo mínus 4 sinnum Laplace-umforminu hérna. Þetta er jafnt og til að finna Laplace-umforminu 1 þá fletti ég upp í töflunni og fæ að þetta er 1 á móti s. Þannig ég ætla að einangra upsilon í þessar jöfnu, sér að þetta jöfna núna sem inniheldur enga afleiðu, þetta heldur bara stóra upsilon, ekkert fall diffra hér, þannig að þetta er algebruverkefni og ég ætla að einangra upsilon. Ég er með vinstra megin með upsilon sinnum s mínus 4 og hægra megin með 1 á móti s og svo ætla ég að leggja við hérna ásinn báð megin, þannig fæ ég plus 1. Og svo deili ég gegn með stuðlum við upsilon, fæ 1 á móti s sinnum s mínus 4 plus 1 á móti s mínus 4. Ok, þessi tvö, nú er ég komið hvað stóra upsilon er. Ég aftur á móti vil vita hvað litla upsilon er því það er lausnum minn á upphafsgildisverkefninu, en það er beint samband á milli stóra og litla upsilon. Upsilon af t, lausnin á diffrjöfnu okkar er andhverfa umforminin af stóra upsilon. Og ég fletti bara upp í töflu og bæði þessi hérna föll eru í töflunum minni, þannig að ég fæ samkvæmt töflunni sem að þið fáið að prófinu þá er þetta 8. lína þessi hérna með a jafnt og þetta hérna a jafnt og 0 og b jafnt og 4 setjum í þetta, það er þessi hérna liður og seinna fallið hérna, þetta er nú flest farin að þekkja þetta er 5. lína með a jafnt og 4. Þannig að setja inn í þessar reglur hjá mér, þá fæ ég, þetta er 1 á móti 0 mínus 4 sem e í 0t mínus e í 4t. Ég sagði e í 4t, ekki, já, mínus e í 4t. Og svo plus e í 4t. Og við sjáum að þannig er sameiginlegur liður. Því með mínus 1/4 sinnum mínus e í 4t og svo 1 stykki hérna, þannig að ég er með allt í allt 5 deilt með 4 e í 4t og svo er 0 að breyta, þannig að ég dreg frá hérna 1/4, það er þessi hérna liður. Og þetta er lausn á upphafsgildisverkefninu okkur hérna. Pröfum eitt dæmi viðbót. Við erum upphafsgildisverkefni upsilon tvídiffrað plus 4 upsilon diffrað plus 3 upsilon
er eftir á e í veldinu t og við erum með upslun á 0 er eftir á 0 og upslun merta 0 er eftir á 2. Þannig að nú tek ég leysi þetta með að nota Laplace-myndun og tek ég Laplace-umformin af hverjum lið fyrir sig vegna þess að Laplace-umformin er línuleg. Og nota setningunum fyrir hvernig Laplace-umformin afleiðir, þannig fæ ég s í öðru upsilon mínus s upsilon á 0 mínus upsilon merta 0. Þetta er fyrsti liðurinn hérna. Svo tek ég annan liðin, 4 sinnum Laplace-umformin á upsilon, sem er s sinnum upsilon mínus upsilon á 0 og pluss þriðji liðurinn pluss 3 sinnum Laplace-umforminin og svo fyrir hægri hliðina þarf ég að fletta upp hvernig umformin af e í t er og þetta er bara 1 á móti s mínus stuðlinn fyrir framan t sem er 1 í okkur, þannig er 1 á móti s mínus 1 og nú ætla ég að setja inn hver uppskilin eru, þetta er 0 og þetta er 0 vegna þess að þessi uppskilin eru hér og hér stendur mínus 2 þannig að ég set með upsilon sem s í öðru, þá er þessi liður komin svo erum við pluss 4s þá er þessi liður komin og svo er þessi hérna pluss 3 og með 1 á móti s mínus 1 hér er ég með mínus 2 þannig að ég legg 2 við báða megin þá ætti allir liðar að vera komin með. Ok, einangra upsilon í þessar jöfnu, þetta er ekki lengur differjöfnu, þetta er bara algebruverkefni. Og segi, fyrsta lagi þá er þetta þátta hérna, sem stendur undir stuðlinn hérna er þetta s plus 3 og s plus 1. Þannig að ef við getum deilið gegn bara með þeim tveim sögum, þá fáum við að upsilon er 1 á móti s minus 1 sem s plus 3 sem s minus 1, s plus 1 plus 2 á móti s plus 3 sem s plus 1 ég deildi gegn hérna með þessu í herliðinni og þessi hérna seinni liðurinn er sannarlega í töflunni reglan sem við vorum að fara í áðan en þetta hérna fattar ekki í töflunni þannig að við stoppbrota liðum og sannarlega get ég haft þennan sér og nota flett upp í töflunni en ég ætla að stafbrotleita allt þetta ég gera með að nota expand í reiknivélinni minni ef ég er með Texas Instrument eða einhver annar skipugun ef ég er með aðra reiknivél og þá fæ ég að upsilon er jafnt og mínus 7/8 sinnum 1 á móti s plus 3 pluss 3/4 sinnum 1 á móti s plus 1 pluss 1/8 sinnum 1 á móti s minus 1 þannig að núna þegar ég er að reyna að finna lausnina þegar ég er að finna litla upsilon þá tek ég andhverju umformina af stóru upsilon og þá get ég gert það lið fyrir lið fyrir lið og við skulum skrifa bara upp hver niðurstaðan var við erum með mínus 7/8 sinnum andhverju umformina af þessu falli þetta er e í mínus 3t og svo pluss 3/4 sinnum andhverju umformina af 1 á móti s plus 1 sem er e í mínus t og svo pluss 1/8 sinnum andhverju umformina af 1 á móti s minus 1 sem er e í t og þá erum við komið lausnin á uppaskildisverkefni og við látum þetta duga hérna